Ég Auður, dóttir Önnu og Magnúsar. Ég hér sem vera sem elskar náttúru, frið, lífið og alheiminn. 9 föt fasistans. Þessi snildarlína úr laginu Spillingardans með hatara nær vel yfir ástand dagsins í dag. Fasisti sá sem kúar venjulegt fólk. Fasisminn risin upp í öllu sínu veldi, íklæddur kapitalismanum sem eru 9 fötin hans og hann bannar okkur að benda á sig, að tala sig. Hann bannar okkur að tala spillingu nema í Namibíu. Hann bannar okkur að tala ferðalag peninga milli skattaskjóla. Hann bannar okkur að tala arðrán í fátækum ríkjum, fiskveiðistjórnunarkerfið og hann bannar okkur að tala nýja stjórnarskrá. Við eigum að bíða stillt í mörg ár eftir því að þar til bærar stofnanir skeri úr möguleg brot á lögum. Lögum sem fasistarnir settu sjálfir og eru snillingar í að skjóta sér undan. Umræða það sem ekki lögbrot bönnuð og bara sérstakar stofnanir mega ræða lögbrotin. Þú og þú og þú og þú skalt bara halda kjafti, þér kemur þetta ekki við. Eftir allt og mörg ár í vísindum, þar sem tilfinningar ekki kúl, mér eiginlega fyrirmunað að sýna reiði mína gagnvart spillingunni sem viðgengst á Íslandi fyrir framan ykkur. Ég ætla því að prófa að tala eins og fasistarnir vilja. Eins og þeir sem verja núverandi kerfi vilja. Við skulum máta hvernig kröfurnar eru og þið megi búa á viðeigandi stöðum. Ekki of mikið samt því að þá fer ég kannski að gráta. Here it goes. Við erum þjóð sem þarf ekki eigin stjórnarskrá, heldur nægir okkur eldgömul gjöf frá dauðum kóngi. Greinar 33, 34 og 35 í tillögum stjórnlagaráðs eru óþarfar nema í útvatnaðri mynd. Þær varða náttúru, auðlindir og mögulega almennings til þess að gæta þeirra. Við erum þjóð sem þarf ekki að skylda stjórnvöld til þess að vernda náttúruna. Við erum þjóð sem þarf ekki á því að halda að fjölbreytni lífs og lands sé viðhaldið eða að náttúruminjar, óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar. Við erum þjóð sem þarf ekki auðlindir í þjóðareign. Við erum þjóð sem þarf ekki á hlutdeild í arði af nýtingu auðlindanna að halda í gegnum auðlindagjöld og skatta. Því að skatta á að geyma í skattaskjólum. Við erum þjóð sem þarf ekki að tryggja almenningi þátttöku í ákvörðunum sem varða umhverfi og náttúru. Við viljum ekki raunverulegt lýðræði. Við viljum heldur furðulegt system sem snýst að velja illskásta flokkinn á 4 ára fresti. Við viljum ekki raunverulegt lýðræði, heldur áfram auðræði. Þeir sem eiga pening þurfa að fá meiri pening og pening þar ofan á. Við þurfum að tryggja að þeir sem nýta auðlindirnar okkar haldi áfram að maka eigin krók út í hið óendanlega. Við verðum að sleppa þeim við að greiða sanngjörn gjöld af nýtingunni, passa að þeir þurfi ekki að taka tillit til ómetanlegra náttúru Íslands eða greiða fyrir þá mengun sem þeir valda eins og kolefnisgjald. Og fyrir alla muni verðum við að tryggja meirihluta á Alþingi þeirra sem standa vörð hagsmuni fjármagnseigenda. Við viljum ekki skilja á milli viðskipta og stjórnmála, hér skal ekki ríkja gagnsæi ákvarðanatöku eða hagsmunatengsl. Við viljum ekki aðgerðir gegn hamfarahlýnun því að þær getur hægt á hinum heilaga hagvexti. Við viljum að fjárfestar haldi áfram óáreittir að valda óbætanlegum skaða á lífsskilyrðum barnabarna okkar. Við viljum ekki raunverulegar hömlur og notkun jarðefnaeldsneytis og engar takmarkanir á mengandi stóriðju. En það þannig að nýji fasistinn, hann í raun ekki í neinu, því hann ekki neitt. Hann lofar brauðmólum til almennings, en bara innantómt hól, græðgi, kúgunar, blekkingar, svika og ofbeldis.
og við erum búin að koma auga á það og við gleymum ekki. Við gleymum ekki Kárahnjúkavirkjun og því sjúklega ofbeldi sem þar var framið gagnvart náttúrunni, gagnvart lýðræðinu, farandverkafólki og íslenskri stjórnsýslu. Við gleymum ekki einkavæðingu bankana og síðan hruni bankakerfisins og því hvernig peningarnir björguðu sér til útlanda til þess að rata aftur til Íslands með afslætti í boði Seðlabankans og himinháum gengisgróða. Við munum alveg eftir Panama-skjölunum, uppreist ærumálinu, lekamálinu, klausturfokkinu og nú Samherjaskjölunum. Fasistinn í nýju fötunum ekki neitt og við vitum það. Hann ekki velkominn. Ég 3 barna móðir og atvinnuaktivisti með geðröskun. Ég hef nóg að gera. Ég nenni ekki að koma aftur og aftur á Austurvöll til þess að krefjast þess sem sjálfsagt. En ég mun samt gera það til þess að benda á fasistan aftur og segja við hann: láttu ekki eins og þú sért ekki þarna, ég sé þig vel.